Komið þið sæl. Ef við byrjum hjá að líta á stöðuna eins og hún núna klukkan 9 í kvöld þá eru flestar lægðir sem verða í kringum okkur næstu daga. Hér yfir Bretlandseyjum annars vegar, hér suður í landi, töluvert langt suður í hafi og svo þetta litla lægðadrag sem rétt vestur á Reykjanesi. Það rignir nokkuð duglega á láglendi frá því núna en hins vegar er slitað að snjó koma til fjalla. Þróunin síðan ef við lítum á hana í kvöld og nótt og sjáum þetta litla lægðadrag, það færist til suðvesturs og það þornar hér á suðvesturhorninu og svo léttir til í fyrramálið og morgun. En hinar lægðirnar halda áfram að hringsnúast í kringum norðvestur Evrópu, meginlandið, og meðan liggjum við inn í norðaustanstrengnum því að hæðin yfir Grænlandi heldur að norðanáttinni og þannig að það verður ansi svalt í veðri hjá okkur næstu daga. Á hitasviðinu þá sjáum hvað gerist þegar að þetta litla lægðadrag færist hjá og það svona blái liturinn yfir landinu, hann verður svona aðeins dimmari og það þýðir bara að það verður aðeins svalara. Hins vegar er viðbúið að þessi lægð hér komi aðeins lengra norður fyrir Færeyjar, þannig að það mun þá verða aðeins mildari þegar það kemur fram á vikuna, sérstaklega allra austast á landinu, en við lítum betur á það á eftir. Ef við lítum svo á þróun veðursins í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun og sjáum hvernig þessi litla lægð þokast frá og það styttir upp og síðan léttir til í framhaldinu. En aftur á móti fyrir norðan og austan, þetta er svona éljagangur, það getur nú verið svona, sumir finnst þetta næstu því samfelld úrkoma en þetta er nú svona mest í éljaformi og hitastigið eins og miðjan dag svona hádegisbil á morgun, þetta eru svona 1 til 3–4 gráður fyrir norðan, kannski 6–7 þegar best lætur hér eins og undir Vatnajökli, maður reiknar með að verði einna hlýjast á morgun en að öðru leyti er þetta svona frekar í svalari kantinum. Þróunin síðan þá yfir til miðvikudagsins það er ósköp litlar breytingar að sjá. Það er þessi éljagangur, það fer svona heldur að draga úr úrkomunni þegar líður á en svona til miðvikudags þá eru mjög litlar breytingar. Strekkingsvindur 10, 12, 13 metrar nokkuð víða og svo hér á miðvikudaga þá er svona eins og áður sagði skilin hér frá lægðinni farin að þrengja sér upp á ströndinni og það mun líklega ná að gera slittu allra austast, nokkuð samfellda og hitinn svona 2–3 gráður þar, svona 1 til 3 gráður fyrir norðan og svipað hitastig hér þá á Suðurlandi 3, 4, 5, kannski 6 gráður þegar best lætur yfir daginn. En eins og áður sagði éljagangur þá einkum svona á norðaustur og austurlandi en það verður einkum minni háttar éljagangur líka á Vestfjörðum og Ströndum og jafnvel geti komið stöku él á Vestfjörðum. Og þá þróunin yfir til fimmtudags að við sjáum svo bráðum að þetta fer nú svona óðum að gliðna milli þrýstilínanna og dregur að jafnframt úr úrkomun og léttir til býsna víða. Þannig að það er að lægja og svona allt að komast í svona nokkuð skaplegt horf. Þokkalegasta veður, við tökum eftir litla bökkur sem að koma inn alveg vestast. Þeir mun þó kannski svona ná að einhver leyti inn á föstudaginn en spár ekki alveg sammála með hvað verður úr þeim en hér er hins vegar fimmtudagurinn kominn og þetta er svona hitastigið svona svipað ívilægra kannski en hins vegar kannski ennþá eimir af einhverjum smáélum á Austurlandi en annars býsna fínt veður svona víðast hvar. Og þá á föstudaginn þá er að sjá að nú eins og spáin nýjustu spátum sína að sé úrkomubakki sé mest yfir suðvesturhorninu, komi inn morgunin og færi nokkuð hratt austur úr en annars eru svona smá él og stangli en almennt svona fínasta veður á föstudag. Þannig að það er svo sem ágætt að hafa það í huga þeir sem alltaf til rjúpna, það er fyrsti rjúpna veðurdagurinn þannig að það þarf að huga að veðurspá. En við skulum þá fara yfir til Evrópu og það er nokkuð ákveðið svona þessar lægðir sem eru hér að það halda nokkuð úrkomusumum veðri hér að bæði Skandinavíu og svona norðurhluta álfunnar. Hins vegar því það að hitinn hér eins og í sunnanverðri Skandinavíu er í ágætu meðallagi og ríflega yfir en það er svona fremur úrkomusamt vestan til en úrkoma minna eftir því sem austadregur og hitatölurnar svona aðeins farnar að segja að haustið svona aðeins fara að láta minna á sig og tölur svona lítið að fara yfir 20 gráður austan til en eru ennþá svona að skríða upp undir 30 gráður eins og til dæmis í Sevilla. Íberíuskaginn verður nú þurrari og bjartari en eftir því sem að vestar á norðadregur þá verður nú einhver meiri úrkoma. Á Kanarí er norðaustanátt, það er viðbúið að gera einhverja smáskúrir, svona allan að gera spá ráð fyrir að geti komið einhverja smáskúrir og hitinn svona 22–3 og upp í 25–6–7 stig og svona heldur skýjaðara heldur en hefur verið á undanförnu. Í Norður-Ameríku er þessi lægð hér norðan við vötnin miklu og nokkuð úrkomusamt þar, það er frekar svalt hér austan við hana, vestan við hana,
en mildara hér austan við en það er víða bjart hér á vesturhelmingi Norður-Ameríku. En við skulum láta gott heita í dag. Verið þið sæl.